Góðan daginn, gott fólk. Það gaman að vera með ykkur hérna í Grósku. Ég ætla að byrja á því að vitna í ræðu frá 2014. Þar sagði einn maður: göngum bara í Evrópusambandið, tökum upp evru, þetta ógeðslega einfalt. Þessi maður var ég. Þetta var á iðnþingi 2014. Ég var þá jákvæður, smá pirraður á stöðunni. Hérna á Íslandi, þegar að síðustu viðræður voru svona að renna út í sandinn. Ég var hérna að ræða kosti og galla þess að ganga inn í ESB og íslenska krónan væri okkur ekki til hagsbóta. Ræðan ennþá til á YouTube, það mjög gott að tjekka á henni. Ég gerði það aðeins sjálfur. Síðan ég hér 12 árum síðan og á leiðinni að fara að kjósa nei við þessari hugmynd að fara aftur að tala við ESB. Og það kannski full ástæða til þess að ég útskýri þessa afstöðubreytingu hjá mér, svona í það minnsta fyrir sjálfum mér. Og ég búinn að fara í svolítið sálskoðun og ég hef skrifað ræðu þetta sko. Það gerðist síðast fyrir 10 árum. Maður svolítið að vinna með pábundið. Og það hefur bara svolítið mikið breyst hjá mér, þannig og þess að ég ekki ofta að skipta skoðun, ég frekar þröskur. Margir reynda hér. En allavega í gegnum mína eigin svona sjálfskoðun að það kannski hjálpar einhverjum öðrum að taka eigin ákvörðun eða kannski bara skipta skoðun eins og ég hef gert og stór partur af íslensku atvinnulífi hef líka gert. Það var nú þannig á þessum árum 2014 þá atvinnulífið áfram að fara í ESB en það hefur allt breyst, þannig að þetta nú ekki óalgengt. Í þessari ræðum koma fram svona alls konar staðhæfingar og eitthvað svona eins og alltaf, en eins og 2014 það alltaf gott að greina á milli hvað eru staðreyndir, hvað eru skoðanir og hvað eru tilfinningar. Ég að vinna með allan skalan, en þið svona sjáðu það bara eftir því sem þetta fyrir gegnum þetta. Tilfinningar eru líklega það sem fólk að taka ákvörðun með þegar kemur á þessu. Það líklega svona öflugasti búnaðurinn sem við höfum til þess að taka á svona stórum málum, svo reynum við að útskýra það fyrir sjálfum sér. Allavega, þessar hugleiðingar þurfa samt að vera mannamáli, þannig ég er búinn að flokka þetta niður í 3 flokka. Sem sagt, hvað hefur breyst hjá sjálfum mér, hvað hefur breyst hjá ESB og hvað hefur breyst hjá Íslandi. Og við byrjum á mér. Það nú þannig að 10 árum þá flutti ég til Bretlands og gerði það á frekar áhugaverðum tíma. Það var 6 vikum eftir að Brexit-kosningin hafði átt sér stað og þar voru 52% sem vildu fara út og 48 sem vildu vera inni. Þannig að mér þótti hitta hið áhugaverðasta mál og ég vildi nota svona mitt gestsauga svona til að vera einhvers konar mannfræði rannsóknum og afleiðingunum. Og ég lærði ýmislegt á þessu. Það var náttúrulega mjög mikið, það var svona gillibúðum og pökkum veifað til þess að í því tilfelli lokka fólk út, en lítið að því gekk eftir, það nú erfitt að reikna svona hluti til. En ég áttaði líka mig á því að það var djúp stæð, óþol hjá eiginlega öllum Bretum, báðum fylkingum á regluverki Evrópusambandsins. Þannig að þó svo að það hafi verið ykkur svona populismi sem tók þetta til og frá, þá var þetta ákveðið svona sálarandstand hjá Bretum. Og þetta var rosalega erfiður skilnaður. Ég var ofta að ferðast með Bretum til landa ESB og ég myndi kalla það einelti hjá tollvörðum í ESB-löndum þegar að Bretar voru að fara í gegnum lönguröðina og ég kom bara með íslenskt vegabréf og fór í hina röðina. Þannig að þetta var stórt mál. Og ég held svona á þessum 10 árum sem hafa liðið síðan að þeim ég halda það fram að eftir 47 ári í ESB þá bara kunna Bretar ekki vera sjálfstæðir. Þeir bara ráða ekki við verkefnið. Og það eitthvað til að hafa í huga og það í rauninni hefur samfært mig það að ef Ísland gengur í ESB og tekur upp evrur, þá það óafturkræft. Það verður ekki bakka út í því. Ég veit að margir í sambandi við þessu umræðu hafa talað ok, við erum vissulega að afsala okkur eitthvað með inngöngu í ESB, en það allt afturkræft. Ég hef enga trú á því. Eftir að hafa haft stúkusæti og Brexit, þá ekki gengið þaðan út. Það má eiginlega lýsa þessu við eitthvað svona kínverska fingragildru. Hvert einasta skref sem Ísland tekur inn, við förum aldrei aftur á bak. Þannig að ef við eða afkomendur okkar langar að breyta þessu, það ekki í boði. Og það sérstaklega ekki í boði að fara aftur í EES.
ég held að það muni rakna upp við það að ef við förum úr því að þá það búið. Þannig að það mun líklega hverfa á nokkur einni. Þannig að mikið það. Og ef að breska heimsveldi getur með herkjum og stór skaða haltra þarna út og var ekki eins og búið að taka upp evru, þá svona útvil egg verður ekki búið. Þannig að höfum það í huga. Svo held ég að muni gerast ákveðnir hlutir ef við gangum þannig inn. Það verður svona Stockholmsheilkenni sem ég sá líka í Bretunum. Þar sem að við verðum einhvers konar froskur, eða þorskur í svona volgum potti. Við viljum ekki fara út, líður bara vel þar og svo smá saman verðum við leiðsast upp og það verður ógreinanlegt hvað eru við og hvað eru þau og þetta, það er ekki að tjásla okkur saman aftur í sjálfstæða þjóð. Ég held að það hafi gerst við Breta. Tók það 47 ár reyndar, en kannski tekst það með þetta. Ég held þeir haltir inn aftur. En það var annað sem breyttist hjá mér við að búa 10 ár í London. Ég fór að skilja á djúpstæðan hátt af hverju öll þessi ættjarðarljóð og sjálfstæðisbarátta fyrir Íslands hönd var rekin frá Kaupmannahöfn. Það fór að vaxa með mér alveg aukin ástæði að vera Íslendingur. Ég var frekar svona erfiðu sambandi við að vera því ég bjó á Íslandi en því ég flutti út. Og sérstaklega að horfa á börnin mín reyna að verða Íslendingar. Ég elska það. Þau eru alveg að vinna í því ennþá. Þetta erfitt, þeir sem hafa búið erlendis, þetta ekki sjálfgefið. Og það alveg gaman að vera Íslendingur í svona stórri menningarsúpu eins og London og kannski stærst í heimi og þar kemur rosa mikið til tals ennþá 10 árum seinna að við höfum slegið Bretland, England úr Evrópukeppninni. Það ennþá verið að tala það. Þau eru rosalega forvitin þorskastríðið. Þeir muni ekki eftir því, en leiðu þau fyrir að segja þeim frá því, þá bara fallaðu þau stafi, rosa mikið Ivan Læn náttúrulega, og svo nýsköpunarundrið sem Ísland og fleira. Íslendingar eru nefnilega einstakir, og ég meina ekki svona best í heimi, ég ekki meina það, en við erum vissulega einstök. Þessi eldfjallega sem við lifum á, og við lifum þegar við erum búin að búra guð í jörðina, svo okkur verður ekki kalt, pælið í konceptinu. Og við beislum náttúruna betur en margir og við sjáum hana betur en margir og að meðaltali höfum við það betra en allir. Það bara mælikvarði Sameinuðu þjóðanna, það liggur bara fyrir. Þannig að þetta bara virka nokkuð vel. En verkefninu ekki lokið. Það margt sem betur fara og ég trúi því að við getum bætt lífskjör hér enn frekar. Og það mun gerast í mikilvægu samstarfi við allan heiminn, ekki síst Evrópu, í gegnum EES-samstarfið. Það gjörsamlega frábært. En það verður líka önnur lönd og það verður líka önnur borð. Það fullt af borðum í boði. Ég kynnst mikilvægu samstarfi við Suður-Kóreu, við Kínverja, ég nýkominn frá Japan, sýsla mikið við Bandaríkjamenn og það bara mikið og einstök tækifæri fyrir okkar litlu en kraftmiklu þjóð til að standa á eigin fótum í öflugu samstarfi við aðrar þjóðir. En hvað hefur breyst hjá ESB á þessum tímabili? Það líklega stærsta breytingin í þessari skoðun minni. Og stærsta breytingin svo að Bretland gekk út. Það hafði missilega mikil áhrif á Bretland þessi fór yfir, en það hafði rosa mikil áhrif á ESB. Bretland var stór partur á hagkerfi ESB, en fyrst og fremst var Bretland mjög mikilvægt í að vera svona mótvægi á móti Þýskalandi og Frakklandi og saman voru þessi 3 risalönd einhvers konar 3 lappir á stól. Þannig bindaðist eitthvað jafnvægi. Eftir að einum fótnum var kippt af, það fór þetta svolítið á hliðina. ESB nefnilega orðið allt annað samband en þegar við byrjuðum þetta 2009 og þegar ég var að tala þetta 2014. Og það rosa svona gott að fara þetta yfir þetta svona tölulega, hagstærðir og svona svolítið með linsu þess að reka fyrirtæki. Ég náttúrulega tel mig vita eitthvað það. Og ef við berum svona staðreyndir ESB út frá þessari linsu frá 2014 til 2026. Sko, árið 2014, ég þurfti bara minnum á þetta, var ESB 28, þegar með Bretlandinni, stærsta hagkerfi í heimi. Það var bara þannig. Það alveg cool að vera að joina því. En nú það minna en Bandaríkin og minna en Kína. Partur af því að Bretland fór út, en stærsti parturinn það gengur bara frekar illa. Núna
Ef við kannski horfum á svona framleiðni, og það mikilvægt að horfa á framleiðni per vinnustund, því að náttúrulega verið stytta vinnuviku og gera alls konar svona tilraunir, þá ESB á þessum 10 árum búin að vaksa 7%, Bandaríkin eru búin að vaksa 18% og Ísland 12%. Þannig að það rosalegu munur á þessu að horfa þetta á per klukkstund. En það kannski langstærsti dómurinn ESB, hvernig fyrirtækjum gengur þar. Sko, árið 2016 voru 20% af topp 100 fyrirtækjunum í heiminum í ESB. Bara nokkuð mikið. Núna það komið niður í 8%. Á 10 árum fór það 20% niður í 8%. Stærsta fyrirtækið, eða svona hæst á listanum, ótrúlegt hollenskt fyrirtæki sem heitir ASML. Það gerir engin neitt í heiminum nema að tala við þá. Þeir eru númer 20 á þessum lista og ég var nú bara að lesa forstjóra þess fyrirtækis bara núna í sumar að virkilega grátbiðja ESB í róa sig þegar kemur miðstýringu og skrifræði, þegar hann væri að drepast úr þessu. Og þá gæti hann bara orðið eins og margir aðrir þegar getur flutt sér til. Að því að nefnilega á þessu tímabili þá var 40 einhyrningar farið frá ESB mest til Bandaríkjanna. Árið 2007 voru 46 fyrirtæki í topp 100. Næstu í helmingurinn. Núna eru þau 16. Eftir 10 ár verður það 8 og svo verður ekkert. Þetta stefnan sem þetta BIGS að taka. Evrópsk heimili fjárfesta 300 milljörðum evra utan ESB, mest í Bandaríkjunum. Íslenskir lífeyrissjóðir gera það sama. Langstærstur partur af erlendum fjárfestingum íslenska lífeyrissjóða í Bandaríkjunum. Það hefur engin trú á Evrópu. Já, í það minnsta ekki til að setja peningar þangað. Hvorki Evrópubúar, né við, Evrópubúarnir Íslendingar, sérstaklega ekki Bandaríkjamenn. Hér ástæðan fyrir því að, hver ástæðan fyrir þessari hruni á atvinnustarfsemi og verðmætasköpum? Og þar segja fyrirtækin og hinn mikla tragiskísla það sama. Það regluverkur. Hann einhvers staðar í bakinu. Kannski við hann. ESB á það sameiginlegt með hljómsveitum að þeir dæmdu eftir hvernig lög þau gera. Og lögin í ESB nú bara þannig að allir skulu eftir þeim dansa. Það verður ekki þannig að við getum tekið lögin frá Evrópu og breytið með jólalög og kallað okkar lög. Nei, það bara sjálfkrafa virka á Íslandi. Og eftir að trommarinn hætti fyrir 10 árum, ég að líka Bretlandi við trommara, sko, þau þurfa ekki alveg að fatta, þá hafa lögin bara verið svolítið taktlaus. Og svona, veist þetta efni sem var að gefa út þegar ég var svona fylgjandi ESB, var alveg þolanlegt, en nýjustu lögin, þau ekki góð. Þau heita svona fyrirbæri eins og GDPR, Chat Control, ETS, EU Act, og ég veit, mikið af þessu þurfum við hvort einhvern veginn að taka inn út af EES. En við megum breyta þeim og við þurfum ekki að gullhúða þau, við getum afhúða þau líka. En það okkar að gera það og við skulum hætta því að gullhúða þau. Og þá verða þau íslenskum lögum. Eftir að við höfum gengið í ESB, sem að kannski gerist, þá bara gerist það sjálfkrafa. Það engin aðlögun, ítölsk lög breytast ekki í íslensk jólalög, þetta verður bara sjálfkrafa. Tilgangurinn með þessu öllu góður, þeim gengur ekkert slæmt til. En það sem þetta gerir mest, þessi rosalega þrá í að skrifa niður reglur, aðallega hjá frökkum og þjóðurum, veitum hvernig það að þeir búið til að sem kallast regulatory capture, að þetta stóru fyrirtækin geta unnið með þetta. Ég núna að vinna mikið með Google, ég held þeir sem fleiri lögfræðinga en ESB, þannig að þeir alveg ráða við þetta, en litlu fyrirtækin gera það ekki. Og þá verður þetta bara þannig. Þeir eru að reyna að berjast við amerísk stórfyrirtæki og útrýma fyrirtæki mínu sinni eigin álfu eins og ég var að fara yfir áðan fyrir vikið. Ég man þegar við leitum inn GDPR
hjá Fenris. Það eru 6 mánuðir af mínu lífi síðan við aftur. 50 milljón viðskiptafræðslur, daglegir fundir, allt eftir það, þá þurftum við ekki eiginlega að gera neitt. Þetta í basic í common sense. En það er búið að skrifa 100 blaðsíður common sense og þú ert með herulögfræðinga til að sjá að þú ert að gera þetta rétt. Því líka verðmætasköpunin. Gæti líka bent mér á að chat control sé nú bara saklaust leyfi hjá fyrirtækjum til að aðeins kíkja ef það er eitthvað vont og eitthvað svona dót. En þannig byrjar það. Það er nú bara þannig með öryggi. Ef það er ekki dulkóðað, þá er ekkert öryggi. Það verður eitthvað gagnarleiki og svo er bara allt komið út og allt það. Annarkvort dulkóður allt og enginn getur lesið það. Þess vegna notar Evrópusambandið sjálft Signal. Þannig virkar það í Signal. Þau eru excluded frá chat control að þau nota Signal. Það er ekki hægt að brjóta Signal. Pælið ekki bara aðeins í nafninu. Chat control, samskiptastjórnu. Er þetta ekki bara svolítið svona Evrópusambandið? Er þetta ekki bara stemmingin af það? Sko, verst af þessu öllu held ég þessi ETS-kerfið, því líka leikjakerfið. Tilgangurinn góður, það er eitthvað að vera að vinna umhverfisvernd og ekki mikið kolefnisatóm og allt það, en óætlaðar afleiðingar eru rosalegar. Ég held að eiginlega að maður skoði heildarmyndina, þá hafi árangur ETS verið bara aukin útblástur. Akkúrat núna, og ég þurfti að leita þetta uppi, er viðskiptahalli ESB við Kína 1 milljarður evra á dag. Þeir bókstaflega tók alla mengununa sína, flutt hana til Kína, flutt hana svo tilbaka aftur og borguðum kynverum fyrir það. Og aftur, líklega hann hefur lækkað Evrópu útblásturinn, en hann heildarmagniði hefur örugglega aukist. Við eigum bara ekki að taka þátt í svona bulli. Það virkar ekkert að setja svona reglu, það er ekki svona klár að geta búið til eitthvað leikjakerfi, ekki er ég það, ég er samt búin að vera að rembast í Vélanin 23 ár, ég myndi ekki treysta mér að gera leikjakerfi fyrir þetta bara er ekki hægt. Af hverju við vorum að innleiða þetta hérna á Íslandi er mér bara fyrirmunað að ég bara skil þetta ekki, hvaða rugl er þetta? Hingað og ekki lengra! Jæja, þá erum við komin að skemmtilegasta pakkanum. Hvað hefur, opnum hann, pakkan, hvað hefur breyst á Íslandi? Þetta er líklega það sem er langmest spennandi. Ísland hefur umturnast. Tökum nokkuð dæmi, hugverkaiðnaðurinn er núna stærri en sjávarútvegurinn. Pælið í því, þegar við Horri vorum hérna pönkast í samtökum við iðnaðarins, það var ekki þannig. Það var bara einhver vísindaskálskapur að halda því fram að eitthvað annað væri stærri en fiskveiðar. En það er það. Sko, á síðasta ári voru útflutningsverðmæti hugverkaiðnaðar 369 milljarðar króna. Pælið í því. Pælið í því. Meira en sjávarútvegur. Það er ennþá aðeins betri business að selja Norðurljós, sem er ferðamálbusinessin. Ég er svolítið að vinna með millingi þar. En ef maður regnar þetta áfram, þá 2030 verður hugverkageirinn og tæknibransinn á Íslandi stærsta útflutningsstöðin. Þetta er rosalegur árangur, sérstaklega við horfum á það sem við erum að fara yfir í Evrópu. Það er bara rjúkandi rúst. Við skulum bara halda þess áfram. Og ég get alveg gefið okkur langa lista af öllu sem við getum gert til að gera þetta ennþá betra, en þetta er kannski alveg tíminn fyrir það. Og það sem er ótrúlega af þessu öllu, og þessu bara á ég svo erfitt með að trúa, ég virkilega þarf að kyngja þessu því ég spáði ekki, að gengi íslensku krónunar og öllum þessu tíma hefur verið meira stabílt en gengi evrunar. Og ég bara, ég verð nú bara aðeins að taka þetta inn og ég bara hafði rámt fyrir mér. Ég bara, mér datt aldrei í hug að þetta myndi gerast. Þetta með hugverkaiðnaðinn, já, ég var nú alveg góð á því, en gengi íslensku krónunar stabíla á þessum 10 árum en evrunni ekki séns. Og þetta er ekki óvart. Við erum eitt af örfáum löndum í heiminum sem er með jákvæðan gjaldeyrismun. Það er að segja við eigum meiri erlendagjaldeyri en við skuldum. Það er örfáríki. Þetta er við, Noregur, Sviss, örfáríki. Ekkert held ég í ESB. Það er samt að fact-checka það. Og ég veit að, það er alveg hellingur eftir. Verðbólga og vextir eru ennþá óleyst.
og pabbi minn segir mér að við munum aldrei leysa þetta. En ef við gátum leyst þetta með gengi krónur, þá heldur við getum leyst það. Og ég held að þetta í rauninni í grunninn til allt í okkar hendi. Alveg óháð því hvort við göngum í ESB eða ekki. Og í rauninni bara mjög bjartsýnn. Ég óttast það samt að athyglisbresturinn sem að það verður að fara að þrátta aftur við ESB, að því ég hef séð það áður, hann taki bara augun af öllum boltum og við bara glutrum þessu ennþá meira niður. Kæru fundargestir, ég las nýlega greiningu frá Jóni Daníelsssyni hagfræðingi það ef að hann var að gera þetta 25, ef við myndum sækja 27, þá gæti evra orðið lögeyrir á tiltölulega bjartsýnu plani 2042. Það svona hugarleikfimi með að hugsa hvað að gerast 2042. Hvað að gerast hjá sjálfum mér, hvað að gerast í heiminum, hvað að gerast í Evrópu, hvað að gerast á Íslandi. Ég var 69 ára, það eitt alveg pakki sko, en kannski væri bara líf mitt rétt að byrja. Ég spái því að við Kári Stefánsson, sem að stofna startup í geimveiki 2042. Ég ætla að trúa það. Ég spáði því að vera komið hótel á tunglinu, gagnaverðin verið komin út í geim og það verið hægt að geisla rafmagni utan úr geimnum hvar sem á jörðinni þar sem það þarf. Já, og Ísland verður kannski komið með evru. Yay. Ég held í stóra samhengi hlutina skipti þetta ekki svona miklu máli. Skýrt nei í lok mánaðar býr til athygli á því sem skiptir máli og býr til skýra forgangsröðun. Verkefni og forgangsröðun stjórnvalda ætti að vera að koma upp hagvexti, efla útflutning og gjaldmiðilsvöru, gjaldeyrisjöfnuð, en frekar. Við gátum beislað gengi íslensku krónunnar, við getum vel náð tökum á vexti og verðbólgu. Þetta allt í okkar hendi. Sérstaklega ef okkur brestur ekki athygli. Fara í ESB athyglisbrestur. Þetta núna 50-50 á nei og definitely maybe. Ég held að það þýði alveg sama hvað kemur úr þessum pökkum. Þetta mun aldrei fara í gegn. Það hefur aldrei verið fylgi fyrir þessu, ekki meðal þjóðar, ekki meðal þings. Þetta tímasón. Þannig að eins og ég sagði já 2014, þá segi ég núna nei. Hik sama og tap, hikum ekki, opnum okkar eigin pakka, af þeim eigum við nóg, brettum upp ermarnar, ákveðin til verks, með gervigreind við okkur hlið, komum við hagkerfi Íslands aftur af stað, við erum í látaði núna, aukum velsæld okkar allra, gerum það vel. Það plan, ég til áfram Ísland.